Góðan daginn kæru áhorfendur og verið velkomin á IA TV hér með beina útsendingu frá Kópavogsvellinum. Það þungavíktarbikarinn Breiðablik IA. Já, þetta stór stund fyrir okkur strákana hérna því að við erum með fulltrúa okkar á Kópavogsvelli en sjálfur sit ég hér á Lerkigrundinni á Akranesi og mjög gaman að sjá hvernig þetta mun takast hjá okkur. Það ekkert víst að klikki en Örn Arnarsson heiti ég og með dyggri aðstoð Snorra Kristinssonar og Ingimars Elvars sem er þarna okkar maður í Kópavoginum að þá ætlum við að reyna að koma þessum leik til skila. Þetta fyrsti leikur Skagamanna í þungavíktarbikarnum. Við kannski getum fengið upp bara stöðuna í þungavíktarbikarnum sem í rauninni. En eins og þið sjáið, þetta eru efstu deildarliðin sem eru ekki í Reykjavíkurmótinu. Við erum hérna í Areli FH Stjarnan Vestri. Þar einn leikur búinn, þar sem FH vann Vestra 5-0. Og næstu leikir síðan Stjarnan Vestri í dag, væntanlega. Og síðan FH Stjarnan næstu helgi í þessum riðli, B-riðli, þá einn leikur búinn. Breiðablik vann nýliða Aftureldingar, nýliðana í efstu deildinni 3-4 síðustu helgi og svo þessi leikur í dag og síðan IA Afturelding næsta laugardag sem því miður verð ég að tilkynna áhorfendum okkar að við náum ekki að senda út beint hér úr Akraneshöllinni. Það bara algjörlega óviðráðanlegar aðstæður sem að ráða því en annars búið að vera nóg að gera hjá okkur. Í gærkvöldi voru Skagamenn að taka í körfuboltanum að taka á móti KFG í fyrstu deildinni og Skagaliðið í þvílíkri toppbaráttu og á miklu flugi og ef að þið sáuð ekki þennan leik hjá okkur í gæra þá það vel þess virði að kíkja á upptökuna sem á YouTube-browserinn okkar og iatv.is notabenni líka því að það voru gríðarlega tilþrif mikill og frábær sóknarleikur Skagamanna sem að verðskuldar bara jafnvel annað áhorf þó að þið hafi síðan í gæra. Það að gera að kíkja á upptökuna og þar sem meðal annars Kenyon Hodges átti með stórkostlegustu tilþrifum sem ég hef séð í langan tíma í körfubolta undir lok fyrsta leikluta, þannig að þó þeim kíkja ekki á neitt annað þá það vel þess virði. En já, framundan hér fyrsti keppnisleikur skulum við segja þó að æfingamót sé að ræða sem að Skagamenn eiga hér á þessu nýju tímabili 2025 náttúrulega 2024 var frábært fram að vonum held ég hjá flestum Skagamennum og verður spennandi að sjá hvort að liðin nær að fylgja því eftir og spurning hvort við fáum jafnvel að sjá bara leikmannahópinn hjá Skagaliðið í rauninni að stilla upp bara mjög sterku byrjunarliði hér í dag. Logi Már Hjaltested í markinu, við þekkjum hann kannski betur úr Káraliðinu og aðri leikmenn eru Jón Gísli Eyland Gíslason, Erik Tóbías Sandberg sem ég vissum að allavega gleður mig eftir frammistöðu hans síðasta tímabil að Skagaliðinu hafi bara hreinlega tekist að halda honum og það held ég að sé gríðarlega mikilvægt. Hlynur Sævar Jónsson, Hilmar Elís Hilmarsson búist í þeim í 3 manna varnarlínu, Jóhannes Wall, Haukur Andri Haraldsson á láni frá Lill ennþá og fram út júni ef ég skil það rétt, Steinar Þorsteinsson, Albert Hafsteinsson orðinn heill af nárameiðslum eða kviðsliti hreinlega, hvort það var nárin eða kviðsliti, það svo sem en gaman að sjá hann komin í toppstand. Henrik Harðarsson og Viktor Jónsson fyrirliði knattspyrnumaður ársins á Akranesi á síðasta tímabili. Hvort að Henrik Harðarsson var ekki besti ungi leikmaðurinn á loftahófinu. Varamenn Kristján Hjörvar Sigurkarlsson, Styrmir Jóhann Ellertsson ungur strákur 2008 mótil, Ingi Þór Sigursson, Guðfinnur Þór Leósson, Hektor Bergmann Garðarsson, Kristófer Áki Hlinason orðinn heill aftur. Gaman að sjá það. Arnór Valur Ágústsson sem var valinn besti leikmaður Káraliðsins síðasta sumar, Matthías Daði Gunnarsson og síðan í liðstjórninni að sjálfsögðu Jón Þór Hauksson og Dín Martin. Eins og segi, sterkt lið og flestir lykilmenn bara heilir og klárir í slaginn. En
Enginn Árni náttúrulega í markinu. Þannig að ég veit ekki hvort að það vegna meiðsla eða annað. Það kannski vonandi ef það þá vonandi það ekki mjög alvarlegt. Það var kannski hann að vinna í nótt. Það var vökulegt í Arnardal og þar sem hann vinnur. En spurningum að fá upp leikmannahóp Breiðablik sem auðvitað, maður má ekki gleyma því. Við erum að leika hérna gegn hérna Oliver Stefánsson reyndar á föður sínum undir teppi. Fer vel þá hérna í stúkunni. Auðvitað vantar hann í liðið en Anton Ari Einarsson í markinu hjá Blikum, aðri leikmennum Tómas Orri Róbertsson, Ásgeir Helgi Orrason, Daniel Oppekjær, Tumi Fannar Gunnarsson og Höskuldur Gunnarsson fyrirliðið þeirra, Viktor Karl Einarsson, Davíð Ingvarsson, Aron Bjarnason, Dagur Fjellsteð og Óli Valur Ómarsson. Þetta náttúrulega var svo sem ekkert að fara í grafgötu með það að þetta gríðarlega sterkt lið auðvitað Íslandsmeistarar verðskuldað á síðasta tímabili en hver veit hvernig þeir fylgja því eftir. Það oft ekkert auðvelt að fylgja eftir svoleiðis velgengni. Jón Sölvi Símonarson varamarkmaður þeirra, Viktor Örn Margeirsson, Andri Rafn Jómann, Kristinn Steindorsson, Gabriel Snær Hallsson, Ágúst Orri Þorsteinsson, Atli Gunnarsson, Bjarki Viðar Björnsson eru þarna á bekknum og Halldór Árnason þjálfari og aðstoðarþjálfari Arnór Sveinn Aðalsteinsson. Já, þessi lið náttúrulega mættust þrisvar sinnum á síðasta tímabili. Það var kannski gaman að reyna að grafa það upp hvernig þeir leikir fóru eins og ég kom inn á áðan að auðvitað var Skagaliðið átti bara virkilega gott mót, endaði í efri hlutanum hluta mótsins og í rauninni örugglega sem nýliðar auðvitað mjög óvænt en Skagaliðið endaði í rauninni deildakeppnina í 4. sæti og reyna að rafa þetta nálgast að Já, fyrri leik liðana á Kópavogsvelli lauk með 1-1 jafntefli þar sem að Marko Vardits skoraði og kom Skagamönnum yfir á 58. mínútu og Höskuldur Gunnarsson jafnaði á 82. og seinni leikurinn í deildakeppninni á Akranesi fór 2-1 fyrir Blika. Sá leikur var í ágúst og aftur voru það Skagamenn sem komst yfir. Það var Heimir Sævar Jónsson sem skoraði markið þar og Kristoffer Ingi jafnaði og síðan Höskuldur Gunnarsson sem að hefur gert það í vana sinna, lagt það í vana sinna að skora gegn Skagamenn og skoraði sigurmarkið þar á 95. mínútu og síðan getur við séð líka rifjað upp hvernig fór hjá þeim í loka mótinu þarna í efri hlutanum. Sá leikur var á Kópavogsvelli og fór 2-0 fyrsti leikurinn í efri deildinni, efri hlutanum og Blikar sigruðu 2-0. Já, ég er að fá þær upplýsingar að Árni Marino fór í aðgerð á hné og hann ætti að verða tilbúinn fyrir upphaf tímabilinu. Vonum að það standist en á meðan skapast tækifæri að þetta verið Loga að sýna hvað í hann spunni. Átti fínasta tímabil með Káramönnum á síðasta ári. Gunnar Oddur Hafleðarsson er dómari í þessum leik. Það voru náttúrulega frábært tíðindi sem að voru gefin út á lokahófi knattspyrnufélagsins í haust þegar að Viktor Jónsson skrifar að það er búið að framlengja samningi við hann og hann fluttar á Skagan og veit ekki hvað og hvað. Þannig að við getum bara að fara að líta á hann sem heimamann, einn af heimamannunum í liðinu sem eru gríða margir en leikurinn kominn á stað. Það er Erik sem að byrjar hérna að setja hann langt upp á Jóhannes Val. Hilmar Elís missir boltan aðeins frá sér. Jóhannes langt bakverður.
var virkilega góður á síðasta sumri sem og Jón Gísli Eyland sem að gerði hægri vængbakkvara stöðuna sinni og þá koma Blikar og það er fyrsta skoti og það er bara byrja hér á að verða að Logi Mar gera vel en Blikar snöggir að skapa smá hættu hér það haldur bóttir fram Ásgeir Helgi skapar þetta frá Blikar sem að byrja að spila hérna aftast. Anton Ari náttúrulega þekktur sem góður fótboltaspilari. Gríðarlega góður í fótunum og hérna var eftirsóttur á sínum tíma. Já, Óskari sem að þá er endur þjálfara Blika sem að einmitt vinnur og vann mjög eftir þeirri hugmyndafræði að spila frá markinu. Anton Ari lítil maður í því. Blikar hér að sækja. Það er Tómas Orri sem að tekur innkastið. Það er boltan aftur. Aðeins og þröngt hana. Óli Valur setur hann út af. Hilmar losar þetta langt fram. Það virðist nú vera örlítill vindur í bakið á Skagamönnum. Sýnist mér svona á hvernig boltinn flýgur. Það koma Blikar. Sendingin með þess að Hilmar með fína tæklingu brotið á honum síðan. Já, það er skamt stóra högg á milli hjá okkur hérna á IATV. Það eru svo sem að ég myndist á útsendinguna hjá okkur í gær þegar að IA sigraði KFG í fyrstudeildinni í körfubolta. Þar vorum við einmitt með nýjung líka. Vorum með fréttamann á gólfinu sem var svona í meiri nánd við varamannabekkina og gat fylgst með því sem að átti sér stað í leikliðum og svoleiðis. Þannig að það var svona aukinn dýpt í þeirri útsendingu og hér auðvitað eins og ég kom inn á áðan erum við að prófa nýjan hlut þar sem ég sitt hérna í hugulegri íbúð á Akranesi og meðan að Ingimar Elvar, okkar maður í Kópavoginum, sendir okkur merki og svona eins og maður segir á enskunni, so far so good. Það er ennþá allt í toppstandi og þetta er eitthvað sem okkur búið að langa að gera lengi. Loksins látum við verða því vonum að Skagamenn séu margir að horfa. Þeir eru allavega ekki margir í stúkunni sýnist mér. Og kannski eru þeir allir í Akranesvöllin ennþá. Ég jafna sig eftir æfingarleik meistaraflokk kvenna hjá IA gegn Breiðabliki sem að var í morgun í Akranesvöll og úrslitin voru ekkert spes fyrir Skagakonur, þannig að við ætlum ekkert endilega að hafa það eftir enda æfingarleikur fyrst og rest, spilamennskan og hlaupamínúturnar sem að skipta mestu máli á þessum árstíma. Það er auðvitað mitt líka spennandi að fylgjast með því í sumar hvort að Skagalið, kvennaliðin er að fylgja eftir í rauninni fínu tímabili frá því fyrra komið aftur í lengjudeildina sem nýlega voru þar sem nýlega er í fyrra og ekki bara fínasta tegundur komið svona stöðuleiki. Skarphéðinn Magnússon áfram þjálfari þar og svona öll umgjörð er öll á uppleið þar og það sést bara á frammistöðunni.
Blikar, næsta sending, Hlynur Sævar missir boltan frá sér og frábærlega gert. Logi Mar á hárréttum tíma út úr markinu og þá meina ég að hann var bara akkurat á línunni þarna. En flöggsending hjá Blikum og Jón Gísli farin hérna út hægra megin. Jón nálgast vítateginn, Höskuldur til varnar, Jón ennþá með boltan, nær að reyna fyrirgjöf og vinnur hornspyrnu, fyrsta hornspyrna Skagamanna. Það er Jóhannes Val sem að skokkar yfir og bara öll varnarlínan komin inn á teig, allir þrír. Sjáum að vindurinn tekur boltan. Jóhannes sagt það, nýta hann hérna og Blikar skalla aftur fyrir og þetta er eitt af því sem að fylgir þessum æfingaleikjum og æfingamótum. Það er engir boltakrakkar. Gaman að sjá að menn bara rífa upp ermar og sinna því sem sinna þarf. Davíð Ingarsson hérna, hann telur að geti sér að hlaupa eftir boltanum. Kemur boltinn aftur, sveiflast inn, ekki upp í loftið og önnur hotspyrna. Vantaði hársbreytt þarna upp á að Erik Tobias Sandberg næði að stanga þennan að markinu. Bert í þessu stutt núna, en Jóhannes áfram, setur hann stutt á Haug, aftur á Jóhannes séða með hann inn að markinu, Haug, Anton Ari vandræðum, boltinn laus í marktegnum og þetta enda sem markspyrna. Skemmtilega útfærsla hér. Það er Viktor sem á skallan og það er Anton Ari sem að þetta virðist vera. En þetta var nú bara svona hálfgerð svona pinball boltamaskína þarna, marktegurinn. Þessi bolti hefur þetta hrokkið hvert sem var. Skagamenn vinna boltan hátt á vellinum, Albert á Steinar síðan út til hægri, Jón Gísli nær ekki til hans. En pressan framkallar enn eina hotspyrnu. Þetta var fjórða hotspyrna núna bara á einhverjum 1,5 mínútu sem að Skagaliðið fær hér. Það var Steinar Þorsteinsson sem að fær að prófa sig hér. Hlynur Sævar Sindrisson sem stökk manna hæst, hann gerir það nú oft. Leggur það nú í vana sinna að stökkva ansi hátt. Ekkert sérlega hávaksin en gríðarlega sterkur skallamaður. Og lengi verið. Þeir sem hafa fylgst lengi með fótboltanum hérna með okkur á IATV og mun eftir Káraliðinu bara 2018. Það sem að Hlynur Sævar skoraði ósjaldan og vann ótrúlega marga skallabolta jafnvel á móti mönnum sem voru mun stærri en hann. Kemur boltinn inn á fjær, Erik skallar hann inn að markinu og hann lendir ofan á þagnendinu. Spurning hvort hann að reyna skallan að markinu eða hvort hann að reyna skallan inn í pakkan. Sýnist það nú að reyna skallan hann yfir á fjársvæðið. Fylgpressa á Viktori. Þetta er eina vitið, þeir eru konir hann með einhverja 10 bolta hann til þess að grípa í. Þetta er ekki eins heilagt í þessum æfingarleikjum, það sem vanalega allir boltar í. Þetta er leikur að eldinum hérna hjá Daniel Obbekjær. Sjáum að þetta er vissulega hættan ef að menn svona þessi bolti hefði hæglega geta, þetta var sennilega bara besta færi Skagamanna hinga til en þetta er hættan
þegar að lið spila svona, menn geta einhvern veginn svona ofmetið eigin getu og en við skipum með strekkin að þessu sinni. Eftir að svona fínpúsa meira þessa hápressu á skaliðinu. Tölvöld langt á milli manna þarna. Viktor framalega og Haukur Andri svona tölvöld frá honum. Þannig að þetta kannski erfitt að gera kröfu það í janúar, en séum með það alveg upp á 100. Jóhannes hendur þessu tilbaka á Hilmar. Líka pressa, kemur langur bolti til hægri, Jón Gísli gerir þetta vel, missar aðeins og langt frá sér þarna, en hann er enga sér innkastið. Jón, hann er Viktor, en sendingin frá honum ekki á Samherja. Og hann brýtur á Höskuldi hérna. Nei, Höskuldi Gunnarsson, hann er nummer 7 sínst mér nú. Ekki nummer 25 eins og í tennettísingu sem ég er með. En þetta er Höskuldur auðþekkjanlegur á makkanum eins og maður getur orðað. Mjög einkennandi. Það er mikilvæg staðsetning hérna hjá Hreini Sævari. Húmi Fannar líklega sem er hérna nummer 25. Það er á Hlyn, Hlynur lyftir þessu fram á við. Davíð kemur þessu fram á Blikum, Hlynur heldur þessu inn á. Og þessi hálófta spilamennska, jú, byggður, boltinn hangir inn á. Yfir á Tumi, yfir á Tómas Orri á Höskuld. Höskuldur gerir þetta ágætlega, heldur boltanum. Viktor. Til vinstri, líkar að nálgast tegin hérna. Vel gert hérna, Jón Gísli samt nær að stoppa þetta og Albert Hafsteins þessi boltan. Og líkar halda pressunni. Kemur skot, það beint í Hlyn Sævar. Viktor komið tilbaka að hjálpa. Henrik þá upp á topp. Og Höskuldur út til hægri á Aron. Og hann reynir skotið, það fer í Jóhannes og síðan í langið á Loga. Logi kastar þessu fram á Hinrik hérna. Vel gert hjá Hinriki, hann er að sleppa henni gegn. Viktor með honum inn á tegnum. Hinrik kemur inn að markinu, er þröngur skotvinkill, reynir sendinguna fyrir. Boltinn rekkur til Steinar sem hann leggur hann út á Hauk og frábælega var hjá Antoni Ara. Og Arnór Gauti sýndist með síðan setja hann aftur fyrir fínasta sókn. Skemmtileg sending hérna frá Steinari og skotið frá Hauki, mjög hnitmiðað og fínt. Og vel var hjá Antoni Ara, þetta var ekki auðvelt. 15 mínútur liðnar og Skagamenn að fá hérna sennilega sína 7. hotspinnu. Og meðan búast við Boga bolta hérna upp í vindinn. Það snýst svo inn að markinu.
Það er eftir að sjá hérna hornin á vellinum. Boltinn inn að markinu. Anton öryggið uppmála hérna og grípur þetta af gerfi gras hérna inn á hlaupabrautina á hornunum. Þetta er náttúrulega bara bein afleiðing af því að þessi völlur hefur verið notaður í Evrópukeppni og þessir vellir sem eru með þessar hlaupabraut í kring. Það er svona ekki mikið pláss fyrir þá sem er að taka þessar hornspyrnur og ég held til dæmis að margir og ég þar með hérna er náttúrulega glaður að sjá nýjan Laugardalsvöll án hlaupabrautar dans, þjóðarleikvangurinn verði laus við það. Það er svona einhver pínu standard í því þó þetta kannski sé ekki að tala með hérna þessa olimpíuleikvanga út heiminn en Laugardalsvöllur er ekki olimpíuleikvangur sko. En ágætis leikur, það er alls ekki mikill janúarbragur á fótboltanum þannig séð hingað til. Ágætlega spilað hjá báðum liðum. Viktor vinnur boltan hérna, Hinrik er með pláss fyrir fram að sig, sendingi frá Viktor er tæp en Hinrik gerir vel. Reynir að leggja hann hérna á Haug. Hérna Anton er eflaust mátt taka hann upp en ákveður að gera það ekki og það er að missi boltan út af Helmar ég hefur nógan tíma hérna lyftur honum upp og til hægri og Jón Gísli eftir. Daniel Oppekjær setur hann tilbaka á Anton og þetta er að spila Tómas Orri Skami vinna boltan þá vallar hann ekki blika. Hinrik gerir þetta skemmtilega hér, komin inn á vítategin, reynir sendingur út í tegin, ákveður að þessu skotvinkil sé líka of þröngur. Spurning hvort hann hefði getað látið vaða á markið en þessi snerting þarna frábær skilur Tómas Orra eftir en Anton Gauti mættur til þess að stoppa þetta og enn hornspyrnan sem að Skami fá. Það er Steinar sem að snýr þetta inn að markinu, boltinn dettur í teignum, Höskuldur séðan hreinsar þetta frá. Líka reyna að sækja hratt hérna, Tumi og Tómas, Albert vinnur honum boltan. Höskuldur séðan kemst inn í þessa sendingu sem eftir var Hinriki og boltinn tilbaka á Loga og annar bolti hérna á hlaup hjá Hinriki og vantar hann stuðning hérna. Viktor tekur hlaupinn að markinu upp, sendingin fyrir en Anton Ari lesi þetta vel. Það taka sér fleiri möguleika fyrir Hinrik hérna. Aron Bjarnason komur ekki saman þar, leggur hann tilbaka og styrir út til vinstri. Valur sendingur í gegn, vel lesið hjá Hlyni og Gísli aftur út á Hlyn. Sævar, Hlynur tekur strögið áfram, finnur Steinar inn á miðunni eftir á Hlyn sem að reyna að finna Steinar og það er hvað innkast líklega frekar en hornspyrna eða hvað? Jú, innkast. Myndir Leinar bara nokkuð jafnræði með liðunum
Gísli setur hann inn á teiginn. Hlynur Sævar Jónsson skallar hann í netið og Skagamenn komnir yfir 1-0. Hlynur Sævar inn á teig hér. Já, hann var náttúrulega ennþá eftir hornspyrnuna. Frábær skalli hjá Hlynur Sævar. Sendingi frá Jóni Gísla eitruð og fyrsta mark Skagamanna árið 2025. Allavega í keppnisleik. Það var frábær skalli og Anton reynir hvað hann getur. En virkilega vel leyst og skemmtileg útfærsla á þessu horni. Og Skagamenn konur yfir 1-0 og Hlynur Sævar. Ég var nú að tala um á hana að Höskuldur hefði gaman að skora á móti Skagamönnum, en Hlynur Sævar hefur það líka gaman að skora á móti Blikum. Gerði það á síðasta tímabili. Eins og ég kom inn á áðan. Skoraði mark Skagamanna reyndar á Akranesi, en mér misminnir ekki. Henrik Jóhannes Val heldur hlaupinu áfram. En Gauti nær að hægja á honum og stoppa hann hérna. Stoppa tilbaka á Hilmari Lís. Erik Sandberg og Steinar með skemmtilega sendingu eða tilrauna sendingu þarna. En Viktor sem var alltaf í leiðinni í burtu frá honum. Greinlegt að vindurinn hefur töluverð áhrif á boltan. Albert Hafsteins gerir vel með boltan hérna. En Likar hann með hann aftur. Tómas sendingin í gegn. Aron. En Erik reyndan í boltan og setur henni út af. Thomas kastar þessu inn en Erik klár í vörninni. Aron og Thomas. Og það Likar sem með innkast hér. Það er Thomas. Höskuld fær hann aftur. Thomas á Aron en sendingin hittir ekki og rennur aftur fyrir. Gaman að spila frá markinu, Steinar. Viktor keyrður hérna út af Daniel Obiker. Aukaspyrna dæmd réttilega. Gaman spila tilbaka, Erik. Nú langur bolti fram, Steinar ekki rangstæður hérna. Sendingin fyrir en vel lesið þarna Ásgeiri. Hér. Albert nær að blokkar þessu sendingu. Albert búinn að vera vinnandi hérna og vinna marga bolta inn á miðunni. Klálega reynt á
andlegu liðina síðasta tímabil að var frá meira og minna allt síðasta ár Albert þannig að koma Blikar sendingin fyrir og Aron Bjarnason í dauðafæri en Hilmar Eilís nær að vera fyrir þessu Tómas út á Aron síðan með boltan fyrir og Höskuldur síðan tekur hann niður og frábærlega var á Loga Höskuldur þarna háspillt frá því að jafna fyrir Blika góð pressa núna heimamanna svona Skagamenn ná að verjast þessu og Jón Gísli losar þarna pressuna til kannski séð aftur þessa atburðar á sér Dagur Örn með boltan fyrir Aron og það verður bara Hilmar sem var fyrir þessu skoti þarna og ná kannski sjá eftir skoti frá Höskuldi en leikurinn í fullum gangi hérna þá Ásgeir Tómas skiptir yfir á Epiker Dag Þetta er ástöðu þarna, já og kannski náum við að sjá seinna færið hér Aron með boltan fyrir og hann berst á Höskuld sem hann nær föstu skoti og virkilega vel varið hjá Loga Blikar svona að færa sig upp á skaftið finnst mér heldur í síðustu mínútur frekar að liggja í loftinu jöfnunarmark hér Skagamenn að þurfa að verjast svona í hálfgerðin auðvörn á köflum Höskuldur tilbaka Ásgeir Sólumæðin Davíð Tumi tilbaka Ásgeir eftir á Tuma Tómas og Aron sem er að völlin frábælega gert finnur Tómas aftur hérna hann í fyrirgjöf stöðu hann setur hann bara inn að markinu ég held að þetta hafi nú frekar verið misheppnuð fyrirgjöf heldur en skot en þetta var ekkert langt framjá frábær sending hérna hjá Aroni og nei, þetta er náttúrulega klárlega fyrirgjöf en bara Skagamenn eru stálhefnir að hann skildi ekki hitta ramman hann það var alls ekki langt frá stönginni hann Logi fram á miðuna á Viktor leggur hann tilbaka á Albert en Albert náði ekki taka við þessum mjög áhugavert að sjá línurnar hjá Skagaliðinu svona þegar við erum að verjast að þá virkar þess að sé bara nánast flöt 5 manna lína og síðan miðlínan það er erfitt að greina á köflum að Haukur og Albert séu eitthvað aftan í þeir séu jafnvel 3 saman í miðlínunni á miðlínni þegar það er að segja þegar að Blikar með boltan þá kemur Hinrik og uppinn hérna Tómas mann boltan á hérna Albert vinnur boltan fyrir Skagan og spila hér Jón Gísli Rúnar Steinar fær hann aftur fætur á Viktori finnur Jón Gísla sem að gerir þetta virkilega vel Jón Gísli út á Hinrik Jóhannes með hann á vinstra megin Viktor hægra megin Jóhannes fær hann Jóhannes síðan reynir sendingun en hann er dæmdur rángstæður og
Það var í rauninni ágætis staða sem að tæft myndi ég halda en rángstaða dæmt, hálftími liðin, staðan ennþá Skaganum í vel 1-0. Hlynur Sævar Jónsson með markið. Anton Ari undir pressu, setur hann út af. Tilbaka á Erik reynir skiptinguna hérna yfir. Þetta erfitt og Anton Ari Gunnarsson tekur hennan auðvitað niður bara. Gaman að pressan að herra, brott þarna, Steinar. Það er á sig auðvitað. Höskuldur, tekur hann niður. Haukur í baráttunni, boltinn best þarna næstu því á Viktor Jónsson. Kom að blika hratt. Valur reynir sendingunni gegn hana, gengur ekki. Og auka spilna síðan. Þannig Gísli vinnur Albert. Leikur að taka þetta. Hlynur Sævar hérna með hlaup. Eða Steinar fyrirgefi. En sendingin vona kvæm. Það er greinilega meiri vindur þarna heldur en svona, það sést nú ekki mikið en keilur þarna fannar að fjúka á kantinum. Þannig vinna boltan. Steinar. Albert enn einu sinni að vinna boltan fyrir Skagan. Gættilega gert hjá Hauki Andra. Það er að sprengja þetta pínlítið upp hérna og Jóhannes á Hinrik. Jóhannes tekur sér hlaupið inn fyrir. Hinrik finnur Jóhannes Val og Jóhannes reynir fyrirgjöfina en Ásgeir er fyrir og Skaginn fær enn á hornspyrnuna. Markið hjá Hlynni komu þetta eftir hornspyrnu þannig að svona hornspyrna reyndar frá hægri en Steinar Þorsteinsson mættur. Taka þessa, Haukur býðir sér stuð. Steinar lyftir þessu að markinu yfir Anton og hann eins og svo oft vill verða fær aukaspyrnuna. Ég veit ekki hvað var. Það er nú oft aukaatriði hvort að það á sér stað brot eða ekki. Jú, það er stokkið inn í hann þetta. Þannig að gefa honum það, hann var henni í marktegnum og rétt rúma 10 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Ég held að Jóndór geti að mörguleiti verið mjög sáttur bara með sína menn. Minnum þá aftur að síðasti leikurinn í þessari riðlakeppni í þungavíktarbikarnum fer fram á næsta laugardag hérna í Akraneshöll klukkan 12 ef ég maður rétt og það er að gera að mæta í höllina því að eins og ég kom inn á hana þá því miður náum við ekki að sína þann leik beint af óviðráðanlegum ástæðum og þannig að það er bara hvetjum Skagamenn til þess að fjölmenna í höllina og sjá, taka á móti afturhendingu Tómas og enn
önnur fyrirgjöfin hans sem að endar eiginlega sem skot. Þessi var töluvert frá því. Óheppinn hérna Tómas eða hvað, ég veit ekki hvað það er, einbeitingarleysi eða óheppni, en búinn að koma sér tvisvar í mjög góða fyrirgjafastuð og í samvinnu við Aron, en ekki náða að skila fyrirgjöfinni almennilega frá sér. Kemur Jóhannes Val geta spilað hjá Skagamönnum, boltinn inn á teiginn og Albert Hafsteinsson sýnist mér þarna mættur, en boltinn hefði ekki aðeins og framalega. Það fundist Skagamenn á köflum að vera snöggir, að svona þessar skiptingar eru á milli kanta hafa verið að virka mjög vel og verið vel framkvæmdar. Það kemur Ásgeir upp með boltann hjá Blikunum, sendingi frá honum slök, Haukur Andri hirðir hann og fer síðan á stað, finnur Hinrik, hann á Albert út til hægri á Viktor, Gísli kemur utan á, fær boltan, Jóhannes Val laus á fjær, sendingin inn á teiginn og þetta endar sem hotspinna. Oppik hér þarf að setja hann aftur fyrir. Ágætlega spilað, sjáum margar gula treyjur hérna í mynd hér, þetta er mjög gaman að sjá. Og fyrir kannski 2-3 árum síðan í leik Breiðablik IA hefði við kannski ekki séð það svo gjarnan, en Skagamenn er búið að vera á mikill uppleið undanfarin ár, þannig að og verður bara mjög forvitnilegt að sjá framhaldið. Allavega virðist þetta vera mótel sem er að virka fyrir okkur. Boltinn inn á teiginn og það er bara Tómas sem að skallar þennan að markinu, en Anton vel á verði og Aron frábærlega gert hjá Hauki Andra, les þetta vel. Haukur, sendingin upp í hotnið á Hinrik, frábær. Hinrik á móti Aroni, Aron kemst fram hjá honum en missir boltan aðeins og langt frá sér. Tómas gerir þetta vel, heldur þessu minna á klálega. Hilmar Elís vinnur boltan og kemur á Hauk. Haukur á Jóhannes Val, Róar Dæs, tilbaka á Erik. Tilbaka á Loga. Og ég lyftur þessu út til hægri, Steinar tekur vel á móti boltanum. Viktor. Nei, þetta er ekkert Steinar. Þetta var Finnur Sævarsson. Jóhannes. Brýtur síðan á Tómasi hérna sem að gera þetta ágætlega. Tómas. Alveg færa rauk fyrir því að svo sem að Blikar eiga alveg inni svo sem það var ekkert úr vegi að þeir skoruðu markið í þessum leik, þessum fyrirháleik, en hér koma Skagamenn. Steinar allt of svona meðan hann fljótur á sér þarna, hafði fullt af tíma og jafnvel bara möguleika náði að stilla sér upp í skot með vindinum. Það var illa að fara með góða stöðu þarna fannst mér, en Blikar vissulega búin að vera nálægt í að skora hérna nokkru sinnum, en ég er nú samt bara að segja, minnst þetta staðan í þessum leik eins og hún er núna, 1-0 fyrir Skagan, bara sanngjörn. Vissulega hafa Skagamenn verið að spila með vindinum, en hafa rauninni skapað sér meiri, svona verið meira ógnandi, hefur mér fundist. Heldur en Blikar í þessum fyrri hálfleik. Og ætti að segja að þetta fótboltaár fari ágætlega á stað hér hjá Skagamönnum. Þessi fyrsti hálfleikur allavega hefur heillað mig.
og þá koma Blikar. Aron en fyrir á Davíð, fær boltan aftur en þessi bolti af Aroni vantarlega, já, og markspyrna dæmd. Réttum 5 mínútur eftir. Logi á Steinar. Hann og Albert hérna. Stíð á Steinar hérna. Hann fann fyrir þessu greinilega. Ja, mér heyrðist það alveg. Hann vilja sér heyra hann Steinar. En það spilna bara dæmt. Erik, undir pressu, Finnur, Albert. Viktor, tilbaka á Jón Gísli reynir fyrir gjöfina, þessi bolti rekkur inn að markinu en Anton Ari vel á verði, vel vakandi og grípur þetta. Þannig var Henrik alveg til í að pota í þennan. Langur bolti fram, Reynir Sævar svarar því með sínum eigin langa bolta og rangstæða dæmd á Henrik. Búast við þessum skiptingum, slatt af skiptingum í hálfleik finnst mér hansi líklegt svona á þessum ástíma. Og þá fyrir að reyna á okkur hérna að halda utan með það allt saman en gerum okkar besta sjálfsögðu í því. Það var Albert í rangstöðu. Hún lét bara boltan eiga sig. Skagamenn eru með á bekknum Kristján Hjörvar í varamarkmann og svo Styrmir Jóhann Ellertsson. Hún er notabene sonur Ellertsson Björnssonar sem að, já, gott ef hann var ekki í síðasta Íslandsmeistaraliði Skagamanna, ég minni það nú. Eða allavega mjög nálægt í Ingi Þór Sigurðsson, Guðfinnur Þór Leósson, Hektor Bergmann Garðarsson. Þetta eru menn sem eiga fræga feður. Hektor Bergmann er svona Garðars Bergmanns Gunnlaugssonar. Kristófur Áki Hlinarsson er á bekknum, Arnór Valur Ágústsson og Matthías Daði Gunnarsson. Þetta eru þeir varamenn sem Skagamenn hafa úr að velja í dag. Spurning hvort það verður einhverju bætt við hér í fyrri hálfleik. Kemur langur bolti fram, Henrik gerir þetta ágætlega hérna. Nær ekki að halda þessu, virtist nú vera að toga í hann þarna. Steinar vinnur boltan og boltin, leikurinn fær að fljóta. Jóhannes Val með fyrirgjöfina inn á teginni. Þetta er á framalega fyrir Henrik. En nú aftur kannski örlítið bráðir á sér hérna. Jóhannes að þessu sinni. Nú spurning hvort það hefur þetta að gera betur úr þessu. Það koma Blikar, Tómas og broti hér Begi. Nei, hér er leikurinn bara flautaður af. Hálfleikur kominn hér, staðan 1-0 fyrir Skagamenn gegn Blikum hér í þungavíktarbikarnum. Fyrsti keppnisleikur Skagamanna á þessu ári. Við skulum kannski bara rifja upp markið ef við getum. Já, Snorra Hlynur Sævar Jónsson
á 21. mínútu hér með fallegum skalla, sterkur þarna, noti Obbekjær þarna sem pínu batta fyrir sig og skallaboltan óverendi fyrir Anton Ara sem gerði þó sitt besta til að halda þessum bolta úti, en við tökum okkur hlé hérna líkt og aðrir og komum síðan með síðara hálfleik eftir cirka 15 mínútur gerir ég ráð fyrir.
Já, komið sælir ánundu góður aftur hérna. Það er bein útsending frá Kópavogsvelli. Þar sem okkar maður Ingimar Elvar Ágústsson er á myndavélinni. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson, sitt í hlýrri og góðri íbúð á Akranesi. Og hér sjáum við uppröðun á markinu sem að skilur liðina. Hlynur Sævar Jónsson hér sterkur í loftinu sem fyrr. Skallar hann snirtilega niður í fjærhornið þarna. Virðist nú, sýnist Guðfinnur Þór Leósson vera komin hérna inn á miðuna hjá Skagamönnum. Og Ingi Þór Sigurðsson einnig. Sem ég merki hvort ef að Arnór Valur er komin hérna líka. Og er þetta Matthías Daði hérna í vinstri bak. Og eflaust einhverjar skiptingar líka hjá Blikum á alveg gera ráð fyrir. En þetta kemur nú allt saman í ljós svona þegar það líður á. Já, Steinar Þorsteinsson sýnist mér að hafa vikið Viktor Jóns einnig. Og Jóhannes Val. Sko það er Erik eða Hlynur Sævar. Nei, Steinar er þarna ennþá. Hlynur Sævar er þarna ennþá, þannig að þetta er Erik, Viktor, Albert mögulega, líklega. Já, Erik Sandberg komin af velli. Já, það er Albert, Viktor, Jóhannes og Erik Tóbías Sandberg sem hafa farið af velli. Og í þeirra stað Ingi Þór, Guðfinnur Þór, Arnór Valur og Matthías Daði. Þá koma Blikar, komnir hérna strax í dauðafæri. Aron nær ekki að finna skoti, leggur hann út og þetta skot aðeins yfir frá Arnóri Gauta. En Blikar, Óli Valur hérna að valda usla. Já, það er leikmaður númer Kristinn Steindórsson kominn inn á sé ég og Andri Rafn Jómann hjá Blikum. Aron sendur hann yfir á fjær. Gleymum því ekki að Skagamenn eru í raun að spila núna þá móti vindi. Það er töluverður vindur á Kópavogsvelli. Og það er kalt. Logi Már Hjaltesteð búinn að eiga fínan leik í markinu hjá Skaganum. Þetta er eitthvað Viktor Örn Markinsson kominn inn á hjá Blikum nummer 21. Ágúst Orri Þorsteinsson einnig nummer 8 sýnist mér. Svona tínist til hjá okkur. Blikar eflaust Úlmir í að jafna og ná sigri í leiknum. Frábær sending hérna inn fyrir á Davíð. En góð vörn hjá Arnóri Val. Langur bolti fram á Loga. Ekki dæmt þarna. Ágúst Orri
gerir vel, Haukur Andri gaf sig ekkert með það. Vinnur á hann boltan en sendi ekki frá Mattías eða Jón Ákvæm. Það riðlast töluvert, riðlast auðvitað leikur liðana þegar að mikið skiptingar. En kemur fínt skot og geggja mark þarna, Arnór Gauti með óverjandi skot þarna og jafnar fyrir Blika. Það tók þá ekki nema 4 mínútur hér í síðari hálfleik. Og enn er það Óli Valur sem að er að gera okkar mönnum erfitt fyrir. Og 1-1. Ára, Hinrik Gísli missir boltan frá sér. Kristinn Stendursson sendingin í gegn á Aron Ingi Rángstad. Aron leggur hann út. Óli Valur sýnist mér. Skotið gengur ekki. Ingi með þennan. Viktor til varnar. Fái núna Skagamenn. Mattías. Ingi Þór. Mattías á Inga. Ingi reynir fyrir gjöfina. Vinnur hornspyrnu fyrir Skagan. Ágætis svar hérna frá Skagamönnum eftir að Blikar jöfnuðu. Gauti Jónsson. Og Hlynur Sævar Jónsson, alls óskildir en að því ég best veit að það var. Steinar Þorsteinsson tekur hornspyrnuna, Haukur Andri fær hann hérna stutt. Snýr, leggur hann út á Jón Gísla. Jón Gísli getur nú skotið sem hann gerir hér en þetta myndi kallast slæs á gólfmálinu. Þetta var í hérna með boltan á hreyfingu og þó að þetta sé æfingarleikur þá þarf menn aðeins að gera þetta eftir ströngustu reglum. Já, Hlyn Sævar, Hlynur út til vinstri, Hilmar Ingi, Hilmar fær boltan aftur, frábærlega gert, finnur Mattías síðan með boltan inn og tegin rétt fyrir framann Hinrik, Jón Gísli einnig í pressunni og Steinar og boltinn ennþá Skagamanna og dauðafæri hér. Hilmar Elís sem átti þetta skot og ágætlega dæmt þarna, boltinn leikurinn fekk að fljóta þarna, annars hefði Skagamenn geta fengið þarna aukaspyrnu rétt utan teigs sem að Steinari var brugðið. Sjáum þetta aftur hérna, fín pressa hjá Jóni, þarna hefði verið dæmt aukaspyrna en Skaginn í dauðafæri í rauninni en ég held að Hilmar hefði viljað gera betur, nokkuð vissu það. Tómas komur hérna út til vinstri núna. Andri Rapp leysir hann af hægra megin. Aron hendur upp hérna tilbaka á Andra. Andri
frábær fríhyrningur hann með Kristni. Ágúst Orri kemst ekki í þennan bolta en Blikar halda honum hérna hátt á vellinum. Þessi þéttu pakki hérna. Blikar spila tilbaka allir hérna á Anton Ara. Anton lyftir þessum hérna fram á Davíð. Hann tilbaka á Byggir og aftur á Anton. Fín vörn hérna hjá Jóni Gísla. Jón Gísli, Steinar úti hægra megin. 2 gular treyjur í teignum. Sendingin föst og fínasta hugmynd þarna hjá Steinari. Í rauninni góð fyrirgjöf. En vantaði tenginguna inn á teignum. Andri Rapp. Það er aukaspyrnu. Langur bolti fram. Óli Valur gríðarlega snöggur. Undan Arnóri Val. Sendingin fyrir og Hlynur Sævar ákveður að gefa hornspyrnu þarna. Óli Valur búinn að vera svona hvað erfiðastur fyrir skam pínukæruleysli fyrir gjöfin hann að hjá honum en öðru leyti búinn að vera að gera svona, maður gerði þetta líka í fyrirháleikum mikið svona meiri ógnun upp vinstra megin hjá Blikunum en hér er Aron með hornspyrnuna inn á nærsvæðið og Óli Valur reynir að skalla þetta aftur inn í pakkan en í fangið á Loga. Langar að flýta sér en næri því ekki. Hlynur á Hilmar. Haukur aftur á Hilmar. Pínu ónákvæmt þarna. Hilmar í smá vandræðum en vinnur innkast enga síður. Hilmar tilbaka á Loga sem að sé sig knúinn til þess að losa þetta bara langt. Boltinn af Andra Rafni út af. Kemur hærri pressa hjá Skagamönnum. Hilmar Reyndar skallar þetta upp í stúku. Hlynur Sævar við það að vinna boltan, gengur ekki en kemur Tómas fyrir Blika út á Óla en Jón Gísli sér við honum að þessu sinni. Þessi bolt er inn á ennþá. Hinrik með Inga vinstra megin en Andri Rapp gríðarlega mikilvæg snerting hjá honum þarna. Kom tilbaka horfðu í augnablikki og komst inn í sendinguna. Andri með sendinguna fram á Ágúst. Arnór í bakkinn á honum. Tilbaka á Arons fyrirgjöfin himinhá en Logi missir af honum. En þetta bjargast á endanum. Það ekki aftur fyrir að mati aðstoðdómarans þarna. Þetta var erfiður bolti við eiga fyrir Loga. En öllu vanari að spila innan hús þar sem að svona jafnan er sæmilegt logg. Þetta var Jægarasöllinni sem að Káramenn spila sína heimaleiki. En það var komist mjög vel frá sínu verki
hér í dag í fjarveru Árna Marinós. Kristinn, Jón Gísli les þetta vel, það ekki að finna samherja hins vegar. Guðfinnur Þór dæmdur brotlegur hérna. Líkar að byggja upp sók hérna. Það er alltaf mikið, Kristinn. Nei, þetta er Aron fyrir ekki. Reynir að finna andra aftur hérna en gengur ekki. Okkast það að fara inn til að sækja þennan. Tími liðin. Spurning styttist eflaust í fleiri skiptingar. Þetta er svona típisku tími fyrir skiptingar. En Haukur með sendinguna út á Jón Gísla. Jón Gísli með hann í fyrsta fyrir yfir á fjær. En það er erfitt að reikna þessa bolta. Kemur hérna fyrir aftan Inga Þór. En tölunni góð enga síður. Jafntefli í þessum leik er alls ekki slæm úrslit fyrir Skagan. Og þeir þurftu þá í rauninni bara að vinna afturheldingu með 2 mörkum til þess að þá að væntanlega fara upp fyrir Blika á markatölu. Og ef ég skil þetta mót rétt þá er það í rauninni toppliðin sem að spila til úrslita í þessum riðli A og B, þar sem að F-fangar eru efstir í A-riðli eftir 5-0 sigur á vestra. Hér er Ingi Þór, frábær tækling hjá Andra Rafni. Finnur með fína skalla hérna, Steinar á Jón Gísla. Jón á finnur Steinar, Ingi með hlaupin fyrir, Steinar fer í skotið en það er máttlaust með vinstri. Og Anton Ari ekki nokkur einustu vandræðum. Blikar spila út, Tómas fín tækling hjá Guðfinni, nær ekki að vinna boltan eins og þar. Tómas meðan langan, engin rángstað og Aron hann. Aron MMN með sér í tegnum, fín vörn hjá Hilmari, nær að hægja á þessu og Haukur Andri síðan vel staðsettur. Þetta er aðeins að opnast hérna. Jón Gísli upp í svæðið og Hinrik eldir. Tómas er á undan. Hinrik að byrja að stífna upp mögulega eða hvort það er rákust saman hérna. Spurning hvort það eru skiptingar núna eða hvað, eða var hann að kalla á aðstoð. Það eru Blikar sem er að skipta, Aron að fara að velli og Davíð Ingvarsson einnig. Tvöföld skipting, Aron og Davíð út af og inn á 28, það er allavega kemur Gunnleifur hér inn á númer 20. Það þarf kannski að fara í einhver aðeins mikla rannsóknarvinnu með 28. Við hefum ekki fengið upplýsingar leikmann númer 28 ennþá. Við treysti fáum betur en Snorra Kristjánssyni til þess að grafa það upp sem að er maðurinn hér á bak við tjöldin hjá okkur. Allavega ef einhver getur það, þá er það hann. Það er það Arnór. Steinar, Arnór síðan með langan fram en uppi kér hirðir hann bara upp.
Hinrik með inn á fjæringi með skallan yfir markið. Rangstaða mögulega hins vegar. En fín, núna náðu fyrirgjöfin að tengja, nei það er ekki rangstaða þarna. Ingi í raun og auðum sjó hefði átt að spilum hvort að Haukur Andri vinnur boltan. Haukur fyrir skoti, glæsilegt marki á Hauki Andra Haraldsinni. Kom upp úr engu, vinnur boltan hátt á vellinum og plantar honum út í stöng og Anton Ari á ekki möguleika í þetta skot frá Hauki. Gerir þetta virkilega vel og bara algjörlega óverjandi skot. Haukur Andri Haraldsson kominn á blað hér, svo sem ekki. Þá kemur Hektor Bergmann Garðarsson inn á fyrir Steinar. Hektor einnig svona alimannin í Kára-liðinu undanfarið og notið góðs að því eins og svo margir. Við horfum bara á liðið sem inn á núna. Þar erum við með Hilmar Elís, við erum með Loga Mar, við erum með Hlyn Sævar, við erum með Guðfinn Þór, Arnór. Allt eru þetta menn sem að hafa fengið og hafa komið í rauninni gegnum þetta samstarf við Kára og notið mjög góðs af því. Þó er uppaldir auðvitað hjá IA en fengið mikilvæga reynslu og minni á það að Kára-liðið fór auðvitað upp og vann þriðjudeildina á síðasta ári og er að komið aftur í aðra deild sem er mun sterkari og öflugri deild heldur en svo þriðja og við munum að sjálfsögðu gera okkar besta til að gera því skil í sumar á IA TV og sumar og í vor. Henrik nær ekki þessum bolta ábygg hér og bros og vör sýndist mér kom þessum frá konur á Guðfinn Ágúst. Þetta er Styrmir númer 19 Styrmir Jóhann Ellertsson. Fyrst afsökunar á því mér heyrðist það flói ískaldur hann. Atli Þór Gunnarsson staðfest númer 28 hjá Blikum. Ég hins vegar hér er Jón Gísli komin í fínt færi og Hinrik og þessi endar ekki í netinu. Þetta er ótrúlegt. Þeir ná að bjarga hérna á línu heimamenn og koma séðan bara hratt upp hinum megin. 4 á móti 3 hérna Blikar og virkilega vel gert hjá Hilmari Elís sem að næra að loka á þetta. Við sjáum þetta aftur hérna. Jón Gísli komin inn fyrir Oppekjær hérna. Frábær sending og vel varið og síðan bjarga á línu. Var ekki Andri Rapp hreinlega sem að setti þennan kom þessum frá en Hektor Oppekjær í bakinu, sterkur hana vel gert. Finnum við rángstöðu hér á Inga, held að þetta sé hárrétt. Boltinn tilbaka á Anton Ara. Það getist pressa núna. Fínasti kafli núna hjá Skagamönnum.
Já, það eru ansi margir leikmenn í þessum leikmannahópum sem að eiga, já, eru hvað að segja, önnur kynslóð allavega knattspyrnumanna. Það sjáum við nú 2 kynslóðir saman undir teppi, Stefán og Oliver Stefánsson, en Gunnleifur þessi númer 20 einmitt Gunnleifsson einnig, og pappi hans auðvitað fyrir markmaður íslenska landsliðsins og mikill bliki, já, og markmannsþjálfari og markmannsgúrú. En ég nefndi á hann Styrmi Jóhann Ellertsson, og auðvitað Haukur Andri, Hector Bergmann. Þetta virðist ganga svolítið í ættir. Kemur sendingin fram, Hector ekki rangstæður. Hector kíkir á möguleikana, fer inn á völlinn, færir hann yfir, reynir að finna Jón Gísla, gengur ekki, Blikar komast inn í. Styrmir vinnur boltan. Þetta er Styrmir Jóhann sem hérna númer 19 hjá Skaganum. Þetta kannski eini ókosturinn við að vera í öðru póstnúmeri heldur en leikurinn fer fram í. Það kannski erfiðar að þekkja andlit af skjánum úr fjarlægð, en ég held að ég sé konum með þetta á réttar brautir núna. Styrmir Jóhann verið valinn í U16 og U15 og verið í yngri landsliðum Íslands. Það þykir mikið efni. Einn af nokkrum Skagamönnum sem að hafa gert það gott með yngstu landsliðunum. En aukaspyrna hérna sem að Skagamenn eiga á fínum stað. Spurning hvort að Jón Gísli lætur ekki bara vaða. Hann á þetta leika sér aðeins með vindin hérna. Ég held hann sé svona á ská á mótunum. Ákveður að fara í skoti, það fer í vegginn. Jón Gísli, Kristinn Steindorsson hann á undan, Óli Valur síðan leggur á stað. Styrmir nær honum og truflar hann nóg til þess að hann missi boltan. Og koma Blikar upp hægra megin í staðinn, sendingin í gegn Andri Rapp. Sendir hann fyrir markið, Styrmir síðan hirði þennan upp, en kemur hann bara beint á annan Blika þarna sem að fyrir skotið. Gott að það var ekki Atli Þór sem átti þetta skot, en Logi Mar Hjaltesteð sem búin að eiga virkilega góðan leik. Ég ætla bara að leyfa mér að segja það hjá Skagamönnum. Yngast sem að Skagamenn fá. Og þá fjórföld skipting hjá Blikum. Það sé ég allavega 5 og 6, þeir eru þetta Breki og Marius. 3 Bjarki Viðar Björnsson, 23 Viktor Elmar. Þetta er að fara að velli hérna Oppiker, Arnur Gauti, Óli Valur sem er að fara að velli líka, og Tómas Orri. Já, mikið rót hér. Skagamenn eiga ennþá Kristófer Áka og Arnór Val á bekknum. Hér vel varið hjá Loga Mar. Þetta sendir vel spilað hérna hjá Blikum. Gunnleifur sem á þetta færi.
Þessi hotspyrna siglir bara beint aftur fyrir á næstunginni. Skagamenn með sigri í þessu leik er að koma sér bara í kjörstöðu í þessu móti, í þessu riðli. Ekki það ber nú ekki að vanmeta neitt lið en maður myndi ætla að þeir ættu alveg að vera sigurstranglegri fyrirfram á móti afturhendingu, en þetta er ekkert gefið fyrirfram í fótbolta frekar en öðrum íþróttum. Blikar hér að reyna að byggja upp sókn. Andri er komin hérna inn á miðsvæði núna eftir þessar síðustu skiptingar. Reynsla á miðunni, Kristinn og Andri Rapp. Gunnlaugur síðan dæmdur rangstæður hér. Mínútur eftir, rétt rúmar Skaginn. Ég verð að hrósa Skagamönnum fyrir í rauninni að hafa komið tilbaka eftir, komið tilbaka, þeir voru náttúrulega yfir í hálfleik og Blikar jafna mjög fljótlega í síðari hálfleik og ekki liðna nema einhverja 4 mínútur af síðari hálfleik og Blikarnir með vindinum og allt einhvern veginn með þeim að Skagalið bara svaraði og ná komast yfir aftur. Það er hérna merki frábær fyrirgjöf og frábær skalli. Gunnleifur var búinn að vera að hóta þessu 2-2. Já, þetta talandi um mark sem kemur upp úr engu. Þetta einhvern veginn gerði ekki bóða undan sér. Frábær fyrirgjöf og geggjaður skalli og hann er umkringdur. Hann er ekkert að vinna neina aukvisa í loftinu þarna, Gunnleifur Gunnleifsson. Og þá kemur Kristófer Áki inn á fyrir Hilmar. Þá fer Mattías inn í miðvarðarstöðuna sýnist mér. Styrmir, kaldur hérna, Styrmir Jóhann. Stáltöður. Virkaði nú bara eins og þetta væri bara eðlilegasti hlutur í heimi. En þá eru Blikar að koma halda áfram á óglega. Þeim tókst að stinga upp í mig. Ég var einmitt að hrósa Skagamönnum fyrir endurkomuna hjá þeim en Blikar ætla sér reynilega sigur hér í þessum leik en Hinrik að vinna boltan hérna. Komin fram hjá Bjarka. Boltinn fyrir markið og hér er það Hektor sem að svona missir af þessum óheppinn hérna Hektor. Þannig svo Kristófer Áka komin aftur á ferðina. Hann búinn að vera í erfiðum meiðslum og lengi frá. Það er gott að sjá. Það sem gert hefur verið í liði Kára undanfarið ár allavega eða 2 eða svo. Styrmir tilbaka á Loga og ég lýsar hana fram á miðuna. Haukur Andri afþrengdur og Blikar vilja eiga þannan og þá ekki. Þetta er svona á að tæpast að hjá Skagamönnum en Styrmir skýlir þessum aftur fyrir. Linur. Nú Jón Gísla. Jón í fasta formi. Frábær sending! Hektor! Og frábærlega vari á Antoni Ara Hektor Bergmann í geggjuðu færi. Sendingin frá Jóni Gísla hárnákvæm. Og Hektor
næri kannski ekki að halda honum hann alveg með frá jörðinni, þannig að skotið með vinstri og allt það, en virkilega vel spilað og greinilegt að það gæti verið eitt mark í viðbót í þessum leik. Það er bara spurning hvorum megin það dettur. Viktor til vinstri á Marius, Jón Gísli bara stígur hann út. Tilbaka á Styrmi, Jón aftur og Hlynur afþrengdur og brotið á honum og Hlynur allt annað en sáttur hér og hýtur að uppgera gult spjald fyrir þetta, myndi ég að halda. Allavega er Ágúst Orri að fá gula spjaldið og Hlynur einnig á. Það hafa nú orðið áhugaverð augnablik í allavega æfingaleikjum, milli þessara æfingaleik. Ég man eftir æfingaleik milli þessara liða á Akranesvellinum, þar sem að það var nú ekki langt liða leiknum þegar að Blika var fekk beint raut fyrir. Það var nú bara ansi fólkskulegt brot og það var svona hiti í því og þetta var myndi pínu og það er svona Hlynur var ekki alveg tilbúin að sætta sig við þess að framkomu Ágústar, en Kristinn missir jafnvægi hér og setur hann út af en vonum að þetta fari nú allt fram í mesta bróðerni hérðan af. Þá er væntanlega skipting hjá Skagamönnum og það er Hinrik sem að kemur af velli og þá væntanlega kemur Arnór Valur Ágústsson inn á. Já. Kemur tilbaka á Loga. Logi eftir þessum fram á við. Og Hlynur hensar hennar frá. Hektor síðan fyrir á Inga, engin rangstaða. Jón Gísli maður yfir á Fjær, Kristófer Áki færin hérna. Mattias tilbaka á Styrmi, hann á Guðfinn. Styrmi er búinn að koma vel inn í hann leik, hann bara alveg yfirvegaður og rólegur þessi ungi maður. 2008 mótil, Jón Gísli setur boltan inn á teginn en Blika ná að komast fyrir. Kristinn tilbaka á Anton Ara, Anton og Kristinn aftur leysa vel úr þessu. Björki út til vinstri á Ágúst Orra. Styrmir til varnar, Ágúst fer á vinstri fótinn. Styrmir gerir þetta vel og Hlynur síðan setur hann aftur fyrir þegar að 7,5 mínúta er eftir. Þetta er fínn varnarleikur. Blikar taka þetta stutt. Inn á fjárstöngina þarna, fín bolti frá Atla Þór en náði ekki að tengja þarna. Kristófer síðan hérna fyrir Skagan. Boltin tilbaka á Loga, pressa á hann. Logi lyftur hann hérna út til hægri. Jón Gísli tekur hann niður og brotið síðan á Inga eða hvað? Ekki dæmt. Hann rennur bara, heyrist mér dómarinn hafa sagt. Já, ég er nú ekki sammála þessu. Þetta fannst mér vera nokkuð augljós aukaspyrna en Blikar eiga enga stig. Viktor Kristinn sem að losa hann bara upp í loft.
Ágúst. Það eru það Finnur, Hektor á Jón Gísla. Jón lítur upp með Inga hérna fyrir fram að sig. Ingi setur hann yfir á fjær en þessi er ofinnalega fyrir Arnór. Hann að pressa hérna hátt á vellinum. Breki hérna aðþrengdur. Gerir þetta vel eins og þar. En Skamen koma síðan inn í boltan. Ingi dæmdur brotlegur fyrir hrindingu hérna. Jón Gísli missir þennan yfir sig. Marius Styrmir beinir honum frá markinu og Logi Mar Hjaltested missir þennan. Þetta var agalegt, klaufalegt. Logi búinn að eiga frábæran leik. Ég held að þetta mark verði nú að því miður að skrifast á hann. Misreiknar þarna boltan alvarlega og hann lekur í netið og já, ég var svo sem búinn að segja það væri eitt mark. Við skulum bara vonaði kannski að þau séu 2. Skagamenn hafa alveg verið að banka á dyrnar og gera sér líklega til þess að bæta við marki. En nú er spurning hvað er eiga eftir. Marius Svaren sem að skora þetta mark. Verði þetta úrslitinn þá eru náttúrulega Blikar búnir að í rauninni að tryggja sér sigurinn í þessum B-riðli í þungavíktarbikarnum sem að þeir unnu afturhendingu 4-3 í fyrsta leik mótsins. Þannig að Jón Gísli vinnur boltan fyrir Skaga. Styrmir vel gert. Hektor fer í skotið en það er yfir markið. Ágætt sókn á Skagamönnum hér. Þannig að Styrmir Jóhann komin aðeins ofar á vellinu núna. Hvort að það er það hefur verið eitthvað tilfallandi eða hreinlega partur af prógraminu. Þannig 3 mínútur eftir, það var engu bætt við fyrri áleik, þannig að ég er ekki vissum að það verði einhver viðbótartími hérna í síðara áleiknum eitthvað frekar þrátt fyrir skiptingar og annað. Pressa hjá Skaganum, boltinn út af og yngast Linur á Styrmir lyftir þessu út til hægri, finnir ekki Jón Gísla en Ingi tekur frákastið og setur hann á Jón síðan með hann fyrir markið og Blikar í smá vandræðum og hotspinna sem að Skaginn á hérna er að réttur rúmar 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Skildu við eiga inn 1 mark. Hún er innan nesvaði Linur, skallar þetta inn á teginn og hvað rangstæða dæmd á Arnór Val. Þá er mögulega, við gefum okkur að það verði ekki upp út á tími, þá er þetta orðið ansi tæft að Skagamenn nái að jafna úr þessu.
Ágætlega spilað hérna hjá Blikum. Gunnir kemst í þennan og potar honum út af, en Blikar geta gefið sér tíma. Marius Warren auðvitað sem að skoraði þetta þriðja mark Blika. Margir eru sem kallast við þetta Warren nafn. Þetta er bróðir Benedikts Warren sem var auðvitað leikmaður í fyrir ekki svo lengur síðan. Og hann var leikmaður Vestra allavega í fyrra. Ég er ekki alveg með að reyna hvort hann þar áfram, en Skæin inn í boltan. Mattias til vinstri á Kristoffer Áki reynir að finna samherja Hector þarna uppi, en Kristoffer gerir vel vinningskast, og þá er venjulegur leiktími að renna sitt skeið. Það er spurning hvað verður nú. Ansi svona harkalegt fyrir Loga að fá á sig þetta mark. Eins og ég komið inn á áður hérna í leiknum, að Logi hafa staðið sig með mikill prýði í þessum leik. Þetta mark því svona kannski aðeins meira en svo blöyt tuskaði í andlitið á honum og okkur öllum. Það verðist vera einhver smá uppbóta tími. Anton Ari með sendingu hérna út til vinstri. Bjarki spila svo tilbaka bara á Anton. Við reyna að lokka Skagamenn í pressuna. Og þá er flauta til leiksloka. 3-2 sigur Blika í skemmtunum leik sem að hafði ansi margt, og kannski, ég ætla að leyfa mér að segja ósanngjarnt úrslit, það er kannski erfitt að segja. Jafntefli hefði verið held í mjög sanngjarnt. Við sjáum hérna mörkin, Hlynur Sævar Jónsson sem kom Skagamönnum yfir í fyrri hálfleik með þessum skalla hér eftir stutta hornspyrnu. Það var síðan Arnór Gauti Jónsson sem að jafnaði fyrir Blika eftir góðan undirbúning Ólaf Valls. Föstu skoti hérna fyrir utan teig overendur fyrir, en Haukur Andri Haraldsson kom Skagamönnum aftur yfir á 65. mínútu, vinnur hér boltan hátt á vellinum og týjar bara upp í skot overendi fyrir Anton Ara. Gunnleifur Orri Gunnleifsson jafnaði síðan einhverjum 11 mínútum síðar eftir góða sókn og með fallegum skalla overendi enn og aftur fyrir Loga. Síðan var það Marius Warren sem að skoraði þegar 5 mínútur voru eftir af leiknum. Jón Gísli missir hann hérna yfir sig og Styrmir gerir rauninni vel að loka á hann, en Logi verulega óheppinn þarna. En 3-2 sigur og Blikar í rauninni búinir að tryggja sér sigurinn í B-riðli í þungavekta bikarnum. En næstu helgi taka Skagamenn á móti Aftureldingu á næsta laugardag og hvet ykkur alla Skagamenn til þess að mæta í höllina og horfa á þann leik. Ekki verður hann í beinni í okkur eins og ég hef sagt áður, því miður. En Örn Arnarsson heiti ég hef búið að vera virkilega gaman að prófa þetta. Ingimar Elvar Ágústsson sem er okkar maður í Kópavogi, bara takk kærlega fyrir þitt framlag, og hann og Snorri Kristjánsson eiga allan heiðurinn af því að þetta gekk upp, að ég sitt hér í hlýjunni á meðan Ingimar greið í kuldanum í Kópavogi. Snorri Kristjánsson stjórnaði þessar útsendingu hér. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og bið ykkur bara vel að lifa og fylgist þið með dagskráni okkar. Það er fullt af körfubolta eftir og nú er fótboltinn að fara að rúlla í TV fyrir ykkur, fyrir Skagamenn. Takk fyrir okkur.